Það er ekki mér að kenna. Segjum það alveg sjúklega oft. Við ásökum stjórnvöld, fyrrverandi, foreldra og jafnvel veðrið. Það er svo auðvelt að setja sig í fórnarlambagírinn og að ásaka aðra og að dæma er alveg mjög skýrt. En farðu nú samt ekki dæma þig fyrir að kenna öðrum um. Við lendum öllu í því. En það sem við þurfum að vera meðvituð er að ásakanir er alveg sjúklega mikil orkugildra. Það sígur úr okkur orkuna þegar við höldum að við séum að spara hana, en málið er að þegar við kennum öðrum þá tekur það af okkur ábyrgðina og með okkur kraftin. Hversu orkufrekt ætli það sé að bera stóran bjálka í augunu og ætla að benda á flísinu í augu annarra? Skulum fyrst fjarlægja bjálkan úr eigin augum. En ásökunin hún beinir athyglinni út en krafturinn innan með okkur. Við verðum að passa upp á orkuna okkar og leyfum ekki að leka út. Ásökunin heldur okkur líka föstum í fortíðinni. Við endurtökum einhvern veginn sömu söguna með mismunandi fólki þar til allt í einu við erum orðin að fórnarlömbum. Eins og við höfum bara ekkert valdi yfir eigin lífi. En hlutir koma fyrir okkur öll. En hvernig við bregðumst við því, það er okkar. Og stundum finnum við fyrir því þegar við ásökum aðra eins og að sé hnútur í brjósti, spenna í kjálka, já eða loka hjarta. En það getur líka gerst með stanslausum ásökunum að við lokum okkur af. Ef þú ætlar að bíða eftir því að aðrir breytist til þess að þér líði betur, þá ertu fastur. Þess vegna þurfum við að byrja að spyrja hver er ábyrgð mín? Og þá kemur krafturinn aftur. Það þýðir samt ekki að það sem gerðist hafi verið í lagi, en það þýðir að þú getur haldið í mörkiðin og ákveðið að stiga út án þess að bera þyngdina. Við erum alltaf meðskaparar í lífum okkar, en á meðan við ásökunum þá missum við tækifæri til þess að vaxa.